Hugsa þú þér heim þar sem þjóðir keppast við að smíða öflugustu vopnin, þar sem hver sprengja stærri og banvænari en svo síðari. Spennan magnast með hverjum degi og lítið þarf til að togstreitan magnist enn frekar og allt fari úr böndunum. Vígbúnakapphlaupið leiðin að algjöru tortrymmingu eða trygging fyrir frið? Það hefur verið sagt að ef þjóð vill öryggi, þá verður hún að vera sterkari en óvinurinn. En hvenær verður styrkur ógn? Í þessu myndbandi ætlum við að kafa djúpt í eitt stærsta og hættulegasta kapphlaup sögunnar, vígbúnakapphlaupið. En hvað vígbúnakapphlaup? Það á sér stað þegar 2 eða fleiri lönd keppa að auka stærðina og gæði hernaðarauðlindum sinna í þeim tilgangi að ná yfirbyrði, bæði hernaðarlega og pólitískt. Vígbúnakapphlaup eru mjög umdeild. Spurningin hvort þau auki eða dragi úr hættu á stríði. Sumir halda því fram að vaxandi hernaðaruppbygging auki hættina á átökum líkt og Sir Edward Grey sem var utanríkisráðherra Bretlands í upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar. Hann sagði: mikill vígbúnaður leiðir til stríðs. Stóra spurningin þó hvernig lok síðari heimsstyrjaldarinnar leiddi til vígbúnakapplaups. Í ágúst 1945 var kjarnorkusprengju varpað borgina Hiroshima og Nagasaki í Japan sem flýtti fyrir endalokum seinni heimsstyrjaldarinnar og markaði upphaf á kjarnorkualdarinnar. Eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar kom upp ný átök milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Þessi átök urðu þekkt sem kalda stríðið. Hófust sem barátta yfirráð yfir hinum sigruðu svæðum í Austur-Evrópu seint á 4. áratugnum og héldu áfram í byrjun 10. áratugsins. Í upphafi áttu aðeins Bandaríkin kjarnorkuvopn en árið 1949 sprengdu Sovétríkin kjarnorkusprengju sem leiddi til vígbúnakapphlaupsins. Á árunum 1942 til 1946 tóku amerískir vísindamenn þátt í að skipuleggja eitt leyndarmesta og umdeildasta verkefni sögunnar sem myndi breyta stríðsrekstri og alþjóðasamskiptum til frambúðar. Á fyrstu stigum þessa leynilega vopnaáætlunar var skrifstofan sem sá verkefnið staðsett í Manhattan og þaðan fékk verkefnið nafnið. Í kringum aldamótin 1900 var gerð sú uppgötvun að atómið væri í raun ekki smæsta eining efnis eins og áður var haldið, heldur það kljúfanlegt og til voru rafeinda og atómkjarnar. Þessi uppgötvun helst mjög í hendur við afstæðiskenninguna sem Einstein setti fram, en í henni felst meðal annars að á litlu magni af massa hægt að losa gríðarmikla orku. Á 4. áratugi 19. aldar var lögð mikil áhersla á rannsóknir gagnvart orkunni sem losa má úr kjarna atóma, það að segja kjarnorka. Árið 1941, þegar bein þátttaka Bandaríkjanna í kalda stríðinu hófst, þá var ákveðið að setja allt nauðsynlegt fjármagn í þróun kjarnorkusprengingarinnar og talið var. Árið 1943 var stofnuð rannsóknastofa yfir verkefni Ypsilon sem var undir stjórn eðlisfræðingsins Robert J. Oppenheimers. Það var hafist handa að smíða og hanna raunverulega vopnið en fram að þessu voru vísindamenn aðeins búnir að vinna að kenningasmíðum og afmörkuðum tilraunum með geislavirkum efnum. Þann 16. júlí 1945 var fyrsta kjarnorkusprengja sprengd í tilraunaskyni. Hún var kölluð The Gadget og var varpað í New Mexico. Þessi sprengja var prófuð á svæði í eyðimörkinni, langt frá íbúabyggð, til að koma í veg fyrir skaða á mannslífum og til þess að halda sprengingunni eins leyndri og hægt var. Allar tilraunirnar og árangursríku rannsóknirnar frá verkefni Ypsilon skiluðu sér í frægustu kjarnorkuárásum sögunnar sem áttu sér stað 7. og 9. ágúst 1945 þegar Bandaríkjamenn gerðu árás á japönsku borgirnar Hiroshima og Nagasaki. Það var Bandaríkjaforsetinn Harry S. Truman sem tók þessa erfiðu og örlagaríku ákvörðun sem hefur alla tíð verið umdeild. Sumir telja þetta vera einn mesta stríðsglæp sögunnar, en aðrir telja þetta vera rétta lausnin til þess að koma í veg fyrir hefðbundna árás, þar sem jafn margir hefðu dáið. Hér í kvöld erum við komið með mjög mikilvægan gest sem allir eru mjög spenntir að heyra frá. Þetta hinn eini sanni, formaður verkefni Ypsilon, Oppenheimer, Robert J. Oppenheimer. Velkomin. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að koma. Hvernig lítið þið vísindamenn á heimsfrægu ákvörðun sem að Harry Truman gerði fyrir stuttu? Hvernig lítið þið á þetta? Hvernig fer þetta í þig? Já, ákvörðun Truman var
mjög erfið og afskaplega umdeild bara. Við vissum möguleg áhrif kjarnorkuvopna en vorum líka undir miklum þrýstingi til að ljúka verkefninu vegna stríðsins. Spurningin réttlæti á notkun slíkra vopna á svona mikinn mannfjölda var og enn mjög flókin. Mér leiði svo blóð þeirra saklausu væri á mínum höndum en ég talaði við Tóman og hann sagði að blóðið væri á hans höndum, ekki mínum, sem að lét mér líða betur en það bjargar þó ekki samviskubitinu sem ég hef ennþá. Já, þetta er erfitt. Mjög erfiðar. Þetta er rosalega stór og erfið ákvörðun. Hvernig hafa þessar ákvarðanir mótað ykkar skilning á ábyrgð vísindamanna allan heim? Þetta hefur kennt mér að ábyrgð vísindamanna er mjög djúpstæð. Ekki bara því að skapa, heldur einnig hvernig sköpun okkar er notuð. Allir vísindamenn verða að vega og meta afleiðingarnar sem fylgja vinnun okkar og berjast fyrir því að vísindi séu nýtt til góðs og séu ekki misnotuð til skaða. Já, ég þakka þér þá bara fyrir kvöldið. Ég ætla ekki að halda lengur, hann þarf að fara að hjálpa amerísku þjóðinni. Takk kærlega. Go USA! Takk kærlega fyrir að hafa mig. Árið 1942 fóru Sovétríkin að fatta að það væri engin umfjöllun kjarnaklofnum í vestrænum fjölmiðlum og þá benti allt í þess að rannsóknirnar færu þá fram í leynd. Í kjölfar þess þá hófst smíði kjarnorkusprengjunnar í Sovétríkjunum sem vísindamaðurinn Igor Kurchatov leiddi. Hluti af uppgötvunum Sovétmanna byggðist á upplýsingum sem þau eru að afla sér í gegnum njósnir og þá var það nokkrir starfsmenn sem voru að vinna við Manhattan-verkefnið sem voru að njósna fyrir Sovétríkin og koma upplýsingum þannig á milli. En fyrsta tilraunasprengjan sem Sovétríkin sprengdu hét fyrsta eldingin en hún var sprengd árið 1949. Árið 1952 var vetnissprengja þróuð af Bandaríkjunum en árið 1953 af Sovétríkjunum. Teller og Ulam, eðlis- og stærðfræðingar voru menn sem áttu stóran hlut í þróun bandarísku vetnissprengjunnar en það var hönnun þeirra sem gerði vetnissprengjuna að veruleika. Árið 1951 var fyrsta vetnissprengjan sprengd á Marshalleyjunum. 2 önnur próf voru síðan gerð á sprengjunni. Ein í eyju í Kyrrahafinu eins og seinasta sprakk í Bikini Atoll sem reyndist vera svo stærsta. Andrei Sakharov var sovérskur eðlisfræðingur sem var höfundur nokkurra lykilhugmynda sem stuðlaði að barmakjarnahönnun Sovétmanna. Tæpu ári eftir pröfu Bandaríkjanna Mike prófuðu Sovétmenn sína eigin kjarnorkusprengju og í ágúst 1953 tilkynnti forsætisráðherra Sovétríkjanna að Bandaríkin hefðu ekki lengur einokun á vetnissprengjunni. Seint á 7. áratugnum uppgötvuðu Bandaríkin að Sovétríkin væri óðum að vinna í að byggja upp landræðar eldflaugar eða Intercontinental Ballistic Missile. Tilgangur flaugana var að ferðast með kjarnorkusprengju til dæmis á milli heimsálfa sem var mjög stórt skref. Árið 1967 tilkynnti Lyndon Johnson, forseti Bandaríkjanna, að Sovétríkin væri líka að þróa varnarkerfi gegn þessum sömu herflaugum sem kallast AMB-kerfið. Kúbudeilan. Aldrei hefur munið jafn litlu á að heimurinn steyptist út í kjarnorkustyrjöld. Kúbudeilan er svo marka hápunkt vígbúnaðarkapphlaupsins og kalda stríðsins þar sem öll spenna Bandaríkjanna og Sovétríkjanna var við það að þróast í stríð sem gæti leitt að heimsendi. Í október árið 1962 uppgötvuðu Bandaríkjamenn að í Kúbu voru andstæðingarnir að reisa eldflauga skotpalla. Þar sem Kúba er í næsta nágrenni við Bandaríkin stigmagnaðist ótti landsmanna. Hafnabannið sem Bandaríkin lögðu á Kúbu leiddi til þess að á endanum tóku Sovétmenn niður pallana með því skilyrði að Bandaríkin virtu sjálfstæði Kúbu. Stofnun bandalaga eins og NATO og Varsjárbandalagsins var bein afleiðing af vígbúnaðarkapphlaupinu. Þar sem NATO var fundið upp til að mynda varnarbandalag til að mæta mögulegri sovéskri innrás í Evrópu og Varsjárbandalagið var svar Sovétríkjanna til að tryggja vald sitt yfir austurhluta Evrópu eftir að NATO var farið að hafa áhrif á kommúnistaríkin. Bandalögin áttu að vita öryggi fyrir meðlimaríki sín gegn kjarnorkuvopnunum þar sem árás á eitt meðlimaríki myndi teljast sem árás á öll ríki innan bandalagsins. Eftir að Sovétríkin fjallu og þar með Varsjárbandalagið töldu sumir að ekki væri grundvöllur fyrir áframhaldandi rekstur NATO en enn þann dag í dag er það mjög mikilvægt í alþjóðlegum öryggismálum. Ásamt því að hafa áhrif á andlega og félagslega heilsu þeirra sem byggu í nágrenni tilraunasvæða og átakasvæða þá leiddu kjarnorkuvopnin til losunar geislavirkra efna út í andrúmsloftið, jarðveginn og vatnið. Þessi geislavirku mengunarefni höfðu víðtækar afleiðingar fyrir vistkerfi, ollu erfðafræðilegum stökkbreytingum í plöntum og dýrum, menguðu fæðukerfið og setti fólk í heilsufarsáhættu.
Til þess að mæta þessum áhrifum voru gerðar alþjóðlegar tilraunir til að draga úr umhverfisáhrifum kjarnorkuvopna sem sýndu viðurkenningu á þörf fyrir að takast á við umhverfis- og öryggisáhættur sem fylgja kjarnorkuvopnunum. Margir samningar voru gerðir í kalda stríðinu sem snerust það að reyna að hindra vopnaframleiðslu og þróun. 3 dæmi þessa samninga eru SALT-samningarnir, START-samningarnir og EFN-samningurinn. Við skulum byrja á því að ræða eins SALT-samningana. Margir nýjungar eins og ICBM-flugurnar og AMB-kerfin urðu til og þá fór Johnson að ýta undir umræðu takmörkun vopna. Þannig að árið 1967 hittust Lyndon Johnson og sovéski forsætisráðherrann Alexei Kosygin í New Jersey til að ræða málin. Í nóvember 1969 hófust formlegar samningaviðræður í Helsinki, Finnlandi. Í maí 1972 skrifuðu forseti Bandaríkjanna sem þá var Nixon og Brezhnev, leiðtogi Sovétríkjanna, undir bráðabirgðasamning Strategic Arms Limitation Talks sem var síðar kallaður SALT I. SALT I hafði aðeins verið nokkra mánuði í gildi þegar samningaviðræðurnar SALT II hófust. Seinni samningurinn var í raun ætlaður til þess að byggja ofan af þann fyrri. Það var vegna þess að SALT I var meðal annars takmarkaði bara aðeins sum vopn en ekki öll, þannig að ennþá var hægt að stækka her sinn, gera hann betri og þróa vopnaframleiðslu án þess að brjóta samninginn. En 1979 skrifuðu leiðtogar þjóðirnar loksins undir SALT II samninginn. START-samningarnir, Strategic Arm Reduction Treaty, komu í kjölfar SALT-samningana en samningaviðræður hófust 1982. Líkt og SALT þá snerust þeir líka takmarkanir og jafnvel að draga gjörsamlega úr vopnaframleiðslu. Árið 1991 skrifuðu leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna loksins undir fyrsta START-samninginn eftir langar samningaviðræður. Sá samningur fól í sér róttæka minnkun á kjarnorkuvopnum. Á eftir START 1 samningnum komu START 2, START 3 og New START sem snerust alltaf að minnka framleiðsluna ennþá meira. EFN-samningurinn, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, fól í sér afnám eldflauga sem drifu milli 1000 og 5500 km ásamt þeim sem drifu minna. Betra eftirlit þurfti líka að vera yfir hvort ríkin væru alltaf að fylgja samningunum. Þetta var fyrsti samningurinn sem eyddi út heilli tegund vopna og var því stórt skref. Vígbúnaðarkapphlaupið tekur enda. Á árunum 1989 og 1990 féll Berlínarmúrinn. Landamæri opnuðust og frjálsar kosningar og kommunistastjórnir frá völdum alls þar í Austur-Evrópu. Seint á árinu 1991 leystu Sovétríkin sjálf upp lýðveldi sín. Járntjaldinu var lyft og kaldarstríði lauk. Það virtist að bundi enda á vígbúnaðarkapphlaupið líka. En hrun Sovétríkjanna leiddi til dreifingar það bil 30.000 kjarnorkuvopna yfir 4 nýfullvalda ríki. Það voru Hvíta-Rússland, Kasakhstan, Rússland og Úkraína. En hvernig staðan í heiminum núna? Heildarfjöldi kjarnorkuvopna í heiminum minnkar en hægar en áður. Frá hámarki kaldastríðsins með 70.300 vopn árið 1986 nú það bil 12.331 árið 2005. Þar af 88% í eigu Bandaríkjanna og Rússlands. Bandaríkin minnkar birgðir sínar en Kína, Indland, Norður-Kórea, Pakistan og Bretland auka sínar. Nákominn fjöldi kjarnorkuvopna þó þjóðarleyndarmál. Kjarnorkuvopnuð ríki virðast ekki stefna að afvopnun, heldur nútímavæða vopnabúr sín og auka hlutverk þeirra. Heimurinn virðist ekki vera að fjarlægast kjarnorkuógnarinnar heldur fikra sér nær henni.